Góðan daginn. Ég alla velkomna sem eru komnir að skjánum til að hlýða á þetta erindi. Eins og komið hefur fram þá er nafn mitt Jóhann Guttormur Gunnarsson og ég er sem sagt starfsmaður í teymi lífríkis- og veiðistjórnar hjá Umhverfisstofnun og er með aðsetur á starfsstöðinni á Egilsstöðum. Nú á meðan á þessu erindi stendur að þá er hægt að senda inn spurningar á spjallforminu sem að er boðið upp á og þá eru þeir staðsettir þar kollegar mínir á Akureyri í teyminu og reyna að svara spurningum jafnóðum. Og svo verður spurningum líka svarað eftir að fyrirlestum lýkur og síðan verður hægt að horfa á þennan fyrirlestur á YouTube í einhvern tíma. Nú við byrjum þá bara á erindinu og þetta er svo sem ekki langt erindi þannig að það verður stikla á stóru en vona að það svari þeim spurningum sem fólk er með í huga þetta málefni. Og við byrjum bara á þessari spurningu sem kannski vaknar þegar talað veiðar að hvers vegna hreindýraveiðar? Og hreindýraveiðar eru náttúrulega notaðar til þess að stjórna stærð hreindýrastofnsins. Og til þess að megi veiða á stofninum þá þarf að vera talið að hann þoli veiðar. Og veiðin er sem sagt þá miðuð við það að stofninn sé sjálfbær og að aldurs- og kynjahlutföll séu með þeim hætti að viðkoma hans sé tryggð. Það er sem sagt það passa að þeir verði ekki á mörg og þau fari að ganga á land og valda landskemmdum. Nú, manni finnst kannski skrítið að tala hreindýrin sem innflutta tegund en auðvitað er það vegna þess að hreindýr voru hér flutt inn á sínum tíma. Það verður ekki tími til þess að fara hér yfir söguna í sambandi veiðar og annað og ekki neitt heldur líffræði og eitthvað slíkt. Það er hægt að lesa sér til þetta allt saman, bæði í bókum sem hafa verið gefnar út og einnig á heimasíðum þeirra stofnana sem þetta fjalla. Ég kannski benda á kannski 3 bækur sem hafa verið gefnar út á Íslandi. Það er á hreindýraslóðum, þetta er Helga Valtýsson, Hreindýr á Íslandi eftir Ólaf Haraldsson og nýjasta bókin Öræfahjörðin eftir Unni Birnu Karlsdóttur þar sem er hægt að lesa ýmislegt þetta allt saman sem mann hafa áhuga á. Nú, lögbundinn vöktunaraðili stofnsins er Náttúrustofa Austurlands og þar heilmiklar upplýsingar á heimasíðu Náttúrustofunnar hreindýrin og vöktun stofnsins og hvernig kvótinn er ákveðinn og slíkt. Og svo erum við komin þá að okkar hlut hjá Umhverfisstofnun að það er veiðistjórnunin sem að við höfum á okkar könnu. Og þegar Umhverfisstofnun var stofnuð 2003 þá fór þetta verkefni undir Umhverfisstofnun, hafði áður á síðustu árunum þar á undan verið í höndum hreindýraráðs og veiðistjóraembættisins en við stofnun Umhverfisstofnunar voru þessar minni stofnanir lagðar niður og verkefni þeirra færð undir Umhverfisstofnun. Nú, í stórum dráttum
hlutverk Umhverfisstofnunar við hreindýraveiðar. Það er að sjá sölu veiðileyfanna, sjá eftirlit með hreindýraveiðum og ráða til þess eftirlitsmenn. Við höfum ráðið á veiðitíma eftirlitsmenn eða mann sem að fer veiðisvæðið og tekkar á hvort ekki sé allt í lagi hjá mönnum, hvort sem menn sé ekki með leyfin sín og gögn og annað, og hvort að leiðsögumenn eru ekki með sitt í lagi. Það er það sem þessi eftirlitsmaður gerir. Nú svo er það líka hlutverk Umhverfisstofnunar að gera tillögu árlegan veiðikvóta og skipta veiðiheimildum eftir ágangssvæðum. Og svo er þetta með peningana, að arðinum af sölu veiðileyfanna er skipt í samræmi við reglugerð og Fjársýsla ríkisins sér svo að greiða til ábúenda og landeigenda það sem að til þeirra kemur. Nú, öllu fylgir það að það er einhver lög og reglugerðir sem farið er eftir við framkvæmd á þessu. Nú, lögin vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum frá 1994 er náttúrulega aðal lagabálkurinn þetta og þær breytingar sem orðið hafa á þeim lögum síðan þau voru sett. Síðan eru tvær höfuðreglugerðir sem tengjast þessu. Það er reglugerð stjórn hreindýraveiða með nýrri breytingum sem er frá 2003 og önnur reglugerð skiptingu arðs af hreindýraveiðum frá sama tíma. Nú eins og við sjáum á þessum ártölum þarna að þá eru lögin og reglugerðina líka komin svona aðeins til ára sinna. Það er eftir sem ég best veit hafin endurskoðun á villdýra löggjöfinu sem kölluð hefur verið svo og væntanlega verður einhverjar breytingar á þeim lögum og hugsanlega reglugerðum í framhaldi af því. Þetta á allt saman eftir að koma í ljós á næstu misserum hef ég trú á. Nú, það er gefin út hreindýraveiðikvóti árlega. Það er semst þá fjöldi sem má veiða úr stofninum. Nú, kvótinn er ákveðin af umhverfisráðuneyti eftir tillögum frá Umhverfisstofnun. Nú, þessar tillögur frá Umhverfisstofnun, þær byggja á tillögum Náttúrustofu Austurlands, þess að frá lögbundna vöktunaraðila stofnsins, sem er þá búin að móta tillögur það hvað hæfilegt sé að veiða úr stofninum eftir að hafa verið búin að telja og vakta stofninn á því ári. Og þessar tillögur eru einnig bornar undir hreindýraráð til samþykktar. Hreindýraráð er ráðgefandi nefnd sem í eiga sæti fulltrúar frá búnaðarsamböndum á svæðinu, eða semst á útbreiðslusvæði hreindýra og sveitarfélögum á svæðinu. Formaður ráðsins er skipaður af ráðherra. Nú, þegar Umhverfisráðuneytið hefur samþykkt kvótann, þá er hann auglýstur og í janúar ár hvert. Stundum dregist aðeins fram í febrúar en það er sem stefnt að því að kvótinn sé auglýstur í janúar. Nú, þegar kvótinn hefur verið auglýstur að þá er opnað fyrir umsóknir hreindýraleyfi. Og það er búið að því núna og umsóknarfresturinn að þessu sinni til og með 28. febrúar. Það er tekið á móti umsóknum rafrænt
á þjónustugátt Umhverfisstofnunar og það þarna slóðin neðst á þessari mynd. Þegar menn koma þarna inn þá birtist mönnum valmöguleiki að fara inn á veiðivef og þar velja menn komast þá inn á svæði þar sem hægt að sækja hreindýraveiðileyfi. Nú aðeins meira þennan kvóta. Það sem sagt, Austurlandi skipt niður í 3 veiðisvæði frá norðri til suðurs. Þessi svæði hafa ákveðið númer frá 1 til 9 og svo aðeins til þess að skýra betur að það annað hugtak í þessu sem heitir ágangssvæði. Það eru sem sagt nokkur ágangssvæði innan hvers svæðis. Og það þessi ágangssvæði sem að notuð eru þegar verið að útdeila arðinum á þær jarðir sem verða fyrir ágangi hreindýra. Og það eru sem sagt mismörg ágangssvæði innan þessara veiðisvæða. Eins og við sjáum að þá þarna dálítið misstór veiðisvæðin og þar leðandi eru oft fleiri en 1 ágangssvæði innan þessara stærri veiðisvæða. Nú það aðeins gaman að koma inn á það að veiðikvótinn hann sveiflast dálítið milli ára. Það fer eftir því hvað talningarnar gefa til kynna með stofninn. Og þá sem sagt ákveðið hvað má veiða úr stofninum. Og þarna sjáum við síðustu 10 ár. Kvótinn sem hefur verið gefinn út núna fyrir árið 2022 1021 dýr og skiptist þá í kýr og tarfa. Sjáum að það aðeins fækkun 200 dýr í kvótanum frá því fyrra. Nú, það alltaf mikið umsóknir í leyfin. Það hafa undanfarin ár verið 3-falt til 4-falt fleiri en leyfin sem í boði. Aðeins mismunandi eftir svæðum hvað eru mörg. Það alltaf fleiri sem að sækja tarfaleyfi, þó að tarfaleyfin séu dýrari. Tarfaleyfi kostar 150.000 krónur en leyfi á kýr 86.000. Nú þegar menn sækja þá sækja menn ákveðið veiðisvæði og hvort þeir vilja sækja kú eða tarf. Svo getur menn líka sett inn varaumsókn sem þá notuð ef að kemur til þess að aðalumsóknir eru ekki nægilega margar eða biðlisti þeirra klárast. Nú, það þarf að hafa í gildi B-réttindi í skotmarkaleyfinum þegar sótt Menn þurfa að hafa réttindi til þess að nota riffil að lágmarki 243 kaliber til þess að mega veiða hreindýr. Og menn þurfa að staðfesta þessi B-réttindi sín fyrsta skipti sem þeir sækja með því að senda mynd af framhlið leyfisins til okkar hjá Umhverfisstofnun og boðið upp á það í
umsóknarferlinu að senda slíkt ef að menn að sækja í fyrsta sinn. Nú, menn þurfa að hafa veiðikort til þess að vera gildir. Nú eins og kom fram hjá mér áðan að þá eru umsóknar alltaf töluvert fleiri heldur en leyfin í boði og þá hefur verið farin sú leið að það dregið í tölvuútdrætti og þessi útdráttur hefur verið sendur út undanfarin ár á netinu. Menn geta fylgst þar með þegar þetta gert. Nú, þeir sem ekki dragast út, þeir raðast þá á biðlista sem þá notaður þegar leyfum skilað inn. Þá farið í biðlistaröðina og þeim sem þar eru boðið leyfi eftir röð. Nú, ef við förum aðeins nánar út í þetta, þá sem sagt þegar lottó fer fram að þá hvert gilt leyfi fær slembitölu sem að tölvan raða síðan upp eftir því hver slembitalan og lægsta slembitala sem að kemur þá fyrst upp í útdrættinum og svo koll af kolli. Nú aðeins kannski einhver spyr sig ef ég rosalega óheppinn og fæ aldrei útdrátt. Við erum með ákveðin varnagla á því sem búið að reynast nokkuð vel að ef menn hafa ekki fengið dregist út semst 5 sinnum að þá fer viðkomandi aðili fram fyrir biðlistan og þeim leyfum sem þá skilað inn á viðkomandi svæði þá úthlutað til þessara manna sem eru á 5 skiptalistanum. Nú svo náttúrulega eftir útdráttinn áður en haldið til veiða þá gerist svo sem ýmislegt. Það þarf að greiða leyfi fyrir auglýstan tíma sem yfirleitt 15. apríl. Færist svona aðeins til ef að 15. apríl lendir á helgi þá hefur einn daginn verið færður fram á virkan dag og leyfið semst greitt að fullu. Hér áður fyrr voru menn látnir greiða staðfestingargjald og síðan klára að borga síðar. Þessu breytt fyrir nokkrum árum til þess að flýta fyrir svona úthlutunarferlinu, þannig að menn tækju fyrr ákvörðun það hvort þeir ætluðu að taka leyfi eða ekki. Þá hægt að byrja fyrr að úthluta á biðlista. Nú svo þurfa menn að standa skotpróf fyrir 1. júlí. Að fyrir nokkrum árum tekið í notkun þetta, eða sett í lög þetta með skotprófið og menn eru sammála það að það hafi alveg sannað sig. Menn koma betur undirbúnir til veiða og skotfélögin í landinu hafa séð þetta fyrir okkur hjá Umhverfisstofnun að sjá þessi skotpróf. Nú svo þurfa menn að útvega sér leiðsögumann með hreindýraveiðum. Það getur enginn farið bara með leyfi sitt og upp á fjall og veitt sitt dýr. Þannig að lögin segja til að þetta þarf að fara fram undir leiðsögumanns. Kemur betur að því síðar í erindinu. Nú menn þurfa að endurnýja veiðikortið. Það stundum sem menn náttúrulega eru með veiðikortið, gamla veiðikortið í gildi þegar menn sækja En svo rennur það út og þeir sem ekki hafa þá endurnýjað það leið og þeir sóttu hreindýraleyfi eða á svipuðum tíma,
þeir þurfa þá að muna eftir því að fara inn aftur á þjónustuvefinn sinn og sína síðu þar og endurnýja veiðikortið. Og svo þegar við sjáum það í kerfunum hjá okkur að þetta allt saman klárt, að þá gefum við út veiðileyfi og veiðimerki sem fylgir með leyfinu. Sjáum mynd við á glærunni. Og þetta sem sagt þau gögn sem við sendum leyfishafanum og merkið til þess að setja í feltdýr til þess að sýna nú að þetta dýr sé löglega veitt og á þetta veiðileyfi. Nú með veiðitímabilið, það aðeins mismunandi eftir hvort kyn að ræða. Veiðitímabil tarfan frá 15. júlí til 15. september. Veiðitímabil kúa frá 1. ágúst til 20. september. Nú ennfremur hefur verið undanfarin ár verið heimilaðar nóvemberveiðar á 2 veiðisvæðum og þá spyr nú kannski einhver sig hvernig stendur á þessu. Jú, á þessum svæðum 8 og 9, síðustu veiðisvæðunum, að þar eru dýrin oft hátt til fjalla inn undir jöklum á svæðum þar sem erfitt að veiða þau og til þess að jafna aðeins þetta í hópana sem þar ganga, að þá eru þau yfirleitt komin niður á þessum tíma. Þannig að þessar nóvemberveiðar eru hugsaðar fyrir það. Þetta eru náttúrulega svona, tilraun til þess að jafna veiðin í þessar hjarðir sem þarna ganga. Nú það náttúrulega ekki hægt að veiða tarfa á þessum tíma því að þeir eru, kjötið ekki nýtilegt og hefur ekki verið farið út í að veiða tarfa á öðrum tíma en þessum sem að framkemur þarna. Og fyrir nokkrum árum síðan var tekið svo ákvörðun að hætta að veiða hreindýrskálfa og þannig það núna. Nú ég var búinn að minnast aðeins þarna á leiðsögumenn. Menn þyrftu leiðsögumenn með sér til þess að stunda þessar veiðar. Og það eru ákveðin fjöldi leiðsögumanna með leyfi til þess að leiðsegja í dag 100 manns sem hafa gilt leyfi til leiðsagnar með hreindýraveiðum sem hann hefur þá fengið frá Umhverfisstofnun. Og leiðsögumaðurinn í sjálfu sér þá í vinnu hjá veiðimanninum. Hlutverk hans að fylgja veiðimanninum veiðisvæðið, hjálpa honum að þekkja þau dýr sem hann má veiða og sjá til þess að veiðimanni fær rétt við veiðarnar. Leiðsögumaður það líka að skila veiðiskýrslunum sem eru sendar sem eru á veiðileyfinu og þarf að fylla út ýmislegt sem þar beðið eins og falltunga og GPS-punkt og ýmislegt annað. Þessum veiðiskýrslum sér leiðsögumaðurinn að skila rétt útfylltum til Umhverfisstofnunar. Við sláum þessi gögnin í okkar gagnagrunna og skilum hluta af þessum upplýsingum til Náttúrustofunnar sem þau nýta síðan í sínum tilgangi, til dæmis eins og með að fylgjast með falltunga og ýmsu öðru. Nú leiðsögumann á líka að sjá til þess að veiðar séu í samræmi við lög og reglur.
Leiðsögumaðurinn, hann hefur ákveðna skyldu þegar hann fer til veiða. Hann tilkynnir sig til starfsmanns Umhverfisstofnunar þegar hann fer til veiða og einnig þegar hann veiðum er lokið. Þetta hefur gefist vel síðan þessu var komið á. Það er mikilvægt að geta fylgst með hvernig veiðunum miðar. Þetta er ákveðið öryggisatriði. Til dæmis ef að ég heyri ekki, ef ég er að svara leiðsögumönnum og ég heyri ekkert frá þeim þá fer maður aðeins að hugsa hvað valdi. Og það hefur alveg hjálpað til að ef menn hafa lent í einhverjum vandræðum að vita af mönnum. Og þetta er líka mikilvægt að ég kem því til þessum upplýsingum milli manna, milli leiðsögumanna, þannig að viti hver af öðrum á veiðislóð. Þetta hefur aukið samvinnuna milli leiðsögumanna og það sagði mér leiðsögumaður sem var með erlendan veiðimann. Hann var eiginlega alveg steinhissa á þessu hvað leiðsögumennir væru í sambandi við hvern annan á veiðunum og væru semst að fá upplýsingar og slíkt. Hann hafði ekki kynnst þessu annars staðar í sínum veiðiskap, þessi erlendi veiðimaður. Þetta verður til þess að veiðarnar ganga betur. Það næst eiginlega oftast að veiða kvótann. Næstu því 100%, en stundum er eftir óveidd kannski nokkur leyfi. Með þessu er líka hægt að veita betri upplýsingagjöf það hvernig veiðunum miðar og við höfum verið að setja inn á okkar heimasíðu stöðu veiðanna vikulega, hvað er búið að veiða af á hverju veiðisvæði fyrir sig. Við getum aðeins endað á því að hugsa af hverju svona mikil ásókn í veiðileyfi. Þeir sem muna það langt aftur að það var rjúpnaveiðibann einu sinni. Þá segja menn mér að umsóknum fjölgaði mikið í kjölfar þess. Það var eins og menn hefðu þá fattað að það væri hægt að veiða hreindýr á Íslandi, þannig að það tók ákveðin kipp umsóknarfjöldin. Þetta er eina stóra veiðibráðin sem hægt er að veiða hérlendis og hefur það örugglega áhrif. Menn hafa verið og hér áður fyrir að voru menn að fara erlendis að veiða stærri dýr og gera enn. Kjötið þykir góð villibráð og þeir sem að komast upp á bragðið með að nýta þessa villibráð þeir þykir þetta ómissandi. Þeir sem hafa farið einu sinni og upplifun verið góð, þá vilja menn fara aftur. Maður sér það að sömu mennirnir sækja ár eftir ár. Og svo bætast nýir í hópinn sem eru kannski synir þeirra sem hafa farið eða hafa kynnst þessu gegnum kunningja. Og þetta er kannski líka þá löngunin til að pröfa að veiða eitthvað annað en fugla. Ég er búinn með þetta sem ég ætlaði að segja ykkur í dag og þakka ykkur fyrir. Það er kannski tími að fá einhverja smá spurningar. Sjáum til. Takk fyrir mig.
Já, takk fyrir þetta, Jóhann, heyrðu í mér. Já, heyri þér. Það birtust nú þarna komu nokkrar spurningar sem við höfum nú svona reynt að svara eftir bestu getu. En það er kannski bara svona spurningu eitthvað annað almennt svona sem að fólk geti haft áhuga á að vita, eins og til dæmis hvort það sé einn tími betur en annar varðandi hvenær maður fer inn á veiðitímabilsins. Já, það hefur nú svona verið meiri ásókn í að veiða eftir 20. ágúst. Það hefur semst verið kannski ekkert rosalega vel nýttur tíminn í fyrir hluta veiðitímans. Menn hafa oft tengt þetta því að þegar gæsaveiðitími hefst að þá noti menn tíman og fara í gæs í sama túrnum. Þannig að það er mjög gott til dæmis fyrir þá sem fara í fyrsta skipti og vilja fá svona frekari kannski rólegri túr og að fara fyrr á veiðitímanum á stað. Og það getur oft verið svona, já, svona kannski erfiðara að veiða seinni hlutan ef að tíðarfar slæmt í lok veiðitíma. Nú svo annað sem mætti minnast á aðeins að það er að samþjöppun á veiðar helgar sem hefur verið svona ákveðið vandamál. Menn náttúrulega nýta sína frídaga í að fara til veiða og það má lítið út að bregða, þannig að koma ekki bara vandræði í sambandi við það svona þegar að liða fram á veiðitíman. Já, og maður getur ímyndað sér að það væri kannski líka auðveldara að finna leiðsögumenn fyrr á tímanum og kannski getur komið aðeins inn á hvernig væri best fyrir þá sem að hyggja á þetta að finna sér leiðsögumann. Já, ég glemdi kannski að minnast á það að það er hægt að finna sem sagt lista yfir þá sem eru með þessi réttindi á heimasíðunni hjá okkur. Og það er eins og þú segir, Bjarni, að þá er betra að vera fyrr en seinna í því að leita sér að leiðsögumanni af því að svona sá tími kannski sem flestir vilja nota verður fljótt ásetinn. Nú það er náttúrulega gott kannski að hafa samband við einhverju sem að hafa til veiða ef menn er að fara í fyrsta skipti og fá einhver ábendingar það hvaða leiðsögumenn séu á hverju svæði og slíkt og einhverju sem að þekkja til. Og þegar þú talar svæðin, eru svæðin miserfið fyrir veiðimenn? Geta allir farið á öll svæði? Já, þau eru náttúrulega miserfið. Það er náttúrulega miserfitt landslag. Já. Það er náttúrulega, má svona segja það að hreindýraveiðar geti alltaf verið erfiðara því að menn veit aldrei í hverju menn lenda í sjálfu sér þó menn sé að fara á flatlendari svæðina. Þá getur menn þurft að ganga dálítið og eltast í dýrin eins og sagt er. En svo er náttúrulega meira minna slóðir og meira svona brattlendi á þessum fjarðasvæðum sem við köllum. Þannig að menn þurfa svona aðeins að kanna málin og sjá svona hvað þeir treysta sér í en alltaf gott að vera í sem besta forminu. Já. Kannski, hvað vorum við með skráðan langan tíma á þetta? Við erum að verða búin á tíma, er það ekki? Það fer svona að líða því og Já, kannski svona rétt í lokin varðandi tilmæli til þeirra sem ekki að skjóta kýr snemma á veiðitímabilinu. Já, það er svona verið talað það undanfarin ára að reyna að beina mannum í það að skjóta geldarkýr fyrst á tímanum svona þannig að kálfarnir fái aðeins lengri tíma með mæðrum sínum. Nú ef maður ræðir þessa hluti við leiðsögumann og alveg frá því að ég byrjaði að vinna í þessu og þá hef ég nú alltaf heyrt leiðsögumenn að tala það að þeir forðist það að skjóta kýr þar sem að kálfurinn er lítill. Og það náttúrulega getur verið mismunandi hvenær kálfurinn er borinn, þannig að þeir geta verið dálítið misgamlir svona í byrjun veiðitímans. En svona þegar komið fram á þá eru þeir flestir orðnir það stálpaðir að þeir kippa sér ekki mikið upp við það þó þeir missi móðu sína. En þetta er svona tilmæli til veiðimanna og leiðsögumanna að þeir einbeiti sér við það að finna geldukýrnar í hópnum sem eru líka náttúrulega vænar
og besta bráðin á þeim tíma. Já, takk fyrir það. En eigum við ekki bara ágætt að ljúka á þessum nótum? Jú, svo er bara Hvað vita sem menn við segja í það að lokin. það er bara þá ef einhverjar spurningar vakna þá er alltaf hægt að hringja í okkur eða senda okkur tölvupóst hjá Umhverfisstofnun og við reynum að svara svona þeim spurningum sem að fólk fýsir að vita. Þá bara þökkum við kærlega fyrir þetta. Já, takk.